áheyrendur. Það mér sönn ánægja að standa hér í dag og segja ykkur eitthvað frá sníkjudýrum rjúpunnar. Þetta eru, ég ætla að segja ykkur frá rjúpnarannsóknum sem við höfum stundað frá árinu 2006. Þetta hefur staðið í 7 ár og við höfum verið að safna þessum fuglum í Þingeyjarsýslu. Alltaf fara á sama tíma, veitt fyrstu vikun í október, sama fjölda af fuglum, 60 unga fugla og 40 gamla, og við höfum unnið svona frumathuganirnar í rannsóknarstöðin á Mývatni, og eftir vinnslan hefur farið fram á Náttúrufræðistofnun og á Keldum. Nú þegar að hér er komið sögu þá höfum við náði 210 fugla af hvoru kyni af ungfuglum, en það eru heldur fleiri fullorðnir karrar heldur en fullorðnar kettlingar í safninu. Ástæðan er sú að það er mjög erfitt að fá mun erfiðar að veiða gamlar kettlingar heldur en karra. Nú úrvinnslu allra þessara sýna er lokið. Nú söfnunarsvæðið, það er sem sagt í námunda við Mývatn í Þingeyjarsýslum, og þarna sjáum við 7 af 10 skyttum sem að við fáum til þess að fella þessa fugla. Nú, ég er fyrst og fremst að tala hér sníkjudýr. Ef við förum fyrst í innri sníkjudýrin, aðferðirna sem við notum við það, þá notum við saurinn. Notum þær mismunandi aðferðir til þess að leita að þolhjúpum frumdýra og eggjum orma. Og síðan erum að ræða beina leit að lirfustigi bandorma. Þar opnum við meltingaveginn og skolum út í sikti, teljum ormana sem við finnum. Nú í þriðja lagi þá erum við að skoða stórfeldar eða stórsæjar misfellur í vefjum, tökum sýni í formalín og útbúnar litaðar sneiðar í þunnsneiðar, og þetta er skoðað af henni Ólöfu Guðrúnu Sigurðardóttur, vefjameinafræðingi á Keldum. Nú leið og fuglinn hefur verið skotinn, þá erum við vafið inn í tissue, settur í lokaðan pappispoka. Þetta er meðal annars gert til þess að lúsflugurnar sem að skríða á fuglinum slepp ekki. Nú ef við finnum einhverjar þá er það teknar og setta í litla túpur af etylalkohóli. Nú við ryksugum síðan hvern fugl í sérstök filter með ryksugu, svona 1-2 mínútur, og söfnum með þessu mítlum, flóm og naglúsum. Síðar þá tökum við vænginn af fuglinum og leitum að fjaðurstafa mítlum inn í fjöðrum, og í síðasta lagi þá gefum við gaum að bitmörkum naglús á stélfjöðrum. Nú fyrsta árið sem við gerum þessar rannsóknir þá leituðum við með logandi ljósi að blóðsníkjudýrum. Erlendis eru þekktar ákveðna tegundir blóðsníkjudýra, bæði ormar og gródýr, en við fundum ekki neitt. Þarna í október 2006 og skoðum við 100 blóðstrók, og árið eftir fórum við aðeins fyrr í þetta, semst í ágúst, þegar að lífsferðlarnir ættu að vera í hámarki, svona í tengslum við flugurnar, aðalega bitmýið sem að þarna gæti verið vektor, en við höfum ekkert fundið. Þetta fengum við sérfræðinga í Vilníus til þess að skoða, og á grundvelli þessa höfum við sleppt í að leita á seinni árum. Nú fuglarnir eru strax kældir niður í 4 gráður á Celsius, og þeir eru oftast krufðir innan 1 eða 2 daga. Krufningin á hverjum fugli tekur 45 mínútur, og það eru gerðar þarna tugir mælinga á viktana,
og það eru tugir sýna teknir til síðari rannsókna. Það eru 4 eða 5 manneskjur sem að vinna í einu við mælingar og sýnatöku, og eins og ég sagði áðan þá byrjum við á ryksuga hvern fugl og við endum sýnatökuna með því að mæla gatnalengd og lengd botnlanga. Þyngd fæðu í fóarni þessa fugls er með því mesta sem við höfum séð. Þarna voru hvorki meira en minna 71 gram af fæðu og auðvitað greint hvaða plöntur fuglarnir hafa verið að bíta. Þessi fugl var raunar ekki skotinn. Veiðimennirnir fundu hann nýdauðan við girðingu sem hann hafði flogið á og drepist, og væntanlega hafði að misreikna sig eitthvað vegna þess að hann var of þungur. Það hafa birst þegar 5 ritrýndar greinar sem að byggja þessum rjúpnarannsóknum. 3 til viðbótar í pípunum. Það eru svona meira og minna tilbúna til birtingar, og síðan eru allmargar í undirbúningi. Það er lokið þegar einni mastersritgerð, ritgerð Sólrúnar Þóru Þórarinsdóttur. Það er önnur á lokametrónum og svo fjallar næringavistfræði og fæst meðal annars við rannsóknir á breytingum á steinastæð sem að fuglarnir velja til þess að hafa í fóarninu og mala fæðuna. 3. nemendaritgerðin fjallar lúsfluguna og ásætur á henni, og síðan er það doktorsnemin Ute Stenkevits sem er að vinna að ritgerð sem byggir á þessum efniviði. Þá höfum við fengið til liðs við okkur rússneska samverkamenn til þess að lýsa mítlunum sem ég fann þarna strax árið 2006. Ég lýsti hníslunum sjálfur, svipað og ég gerði með áður óþekktar hníslategundir sem að þá hafðu nýlega fundist í hreindýrum. Hér sjáum við tegundirnar sem að hafa fundist. Það eru allt í allt 17. Þetta er svona að renna aðeins yfir þetta. Það eru 2 hníslar, síðan fulltrúi fylkingar sem að afskaplega lítið er vitað er hvorki dýraríkið eða gróðuríkið, kallaði heterokontofíta. Þar er fulltrúi í rjúpunni sem að kallaði blastocystis. Það eru 2 tegundir bandorma, 2 tegundir þráðorma, 4 mítlar af astigmata flokki, 1 af svokallum próstigmata hóp. Það eru þarna 3 naglúsategundir, lúsfluga og 1 flóategund. Mikið af þessum tegundum voru áður óþekktar sem rjúpusníkjudýr, það er 11 þeirra. Einungis 6 voru áður þekktar og 7 þeirra reyndust vera áður óþekktar tegundir. Markmið þessa fyrirlesturs er að kynna þetta svona í grófum dráttum eins og tíminn leyfir. Karrar hafa verið taldir á óðali seint í maí á 6 talningasvæðum sem hvert eru frá 2,4 upp í 8 ferkilometrar. Allt í allt eru þetta 27 ferkilometrar. Þetta eru ekki mína niðurstöður, þetta eru niðurstöður rjúpnarannsókna manna á Náttúrufræðistofnun Íslands sem að við höfum verið að vinna þessa hluti með alveg frá raunar fyrsta degi. Árið 2006 þá kom hingað Ólafur Karl Níelsen hingað að Keldum og við lögðum á ráðinum að fara af stað með þessar rannsóknir. Hann hefur séð þetta, hann fer mörgum sinnum á ári og gerir mælingar út á mörkinni og þessar tölur eru sem sagt frá honum. Hér sjáum við að hér eru mikla breytingar, það er alveg meira 2-falda þéttleika breytingar á fjölda karra á ferkilometri á vori. Mestur var hann þarna á þessum tíma vorið 2010 en minnstu 2012. Markmiðið með doktorsverkefni úti er meðal annars fólki í því að tengja mælingarna sem við gerðum og höfum gert á árunum 2006-12 við breytingar á stofnþéttleika og auk þess breytingum á ásigkomulagi fuglana, því að fuglarnir eru teknir og þeim er sundrað með sérstökum aðferðum til þess að meta
prótein innihald, fitu innihald og meta í framhaldinu ásigkomulag stofnsins, og allt snýst þetta að tengja heilbrigði stofnsins við stofnbreytinga, stofnsveifluna. Nú, við byrjum á því að sýna hérna 2 tegundir hnýsla. Hnýslar eru einfrumungar sem lifa í iðrum fuglana og hafa fundist 7 tegundir iðra hnýsla í rjúpum heimsins, og 2 þeirra eru sem sagt hér, og það ekki vitað að þær séu annars staðar, en það hefur svo sem ekki verið leitað að því sérstaklega. Lífsferillin hjá hnýslum er beinn. Þolhjúparnir þeir skiljast út með saurnum, og rjúpan hún smitast við það að fá ofan í sig þolhjúpa, til dæmis á saurmenguðum gróðri með vatni, eða hreinlega við að hreinsa fiðrið með nefinu ef að mengunin hefur verið á fiðrinu. Nú, lífsferill hnýsla er stuttur, aðeins nokkra vikur. Nú, útlit íslensku tegundan ger ólíkt, það gefur til kynna ólíkar aðlaganir, og við höfum ritað grein það í Náttúrufræðinginn. Sólrún Þóra er þar fyrsti höfundur. Nú, við sjáum hér glögglega að Æmería muta er með þunnan vegg, en hinn tegundin er með munn þykkari vegg. Sú með þykkari veggin þolir örugglega meiri þurrk og sól án þess að ofþorna og drepast, og við sjáum það á næstu mynd að líffræði tegundana hlýtur að vera mjög ólík. Þetta sem sagt smittíðni, þarna eru þessir 100 fuglar, jafngildir hver 1%, og við sjáum að Æmería muta er þarna miklu hærri heldur en rjúpa. Þetta er niðurstöðu 7 ára samfelldar rannsókna. Athygli vekur að þetta eru býsna reglulegar sveiflur sem við erum að mæla, og þær eru samhliða í stofninum. Ef við skoðum meinvirknina, þá eru vísbendingar tengsl við ásigkomulag. Vefjameina fræðilegar athuganir sýna samt litlar sjúkdómsbreytingar svona þegar að skoðað er beint, en við skulum hafa það í huga að fyrir hvern þolhjúp í saur hefur ein þekjufruma í þörmum eyðilagst, og Íslandsmeti voru 600.000 þolhjúpar í grammi saurs, þannig að í því tilviki hefðu 600.000 hnýslar drepist, frumur drepist fyrir hvert saurgram sem gekk niður á fuglinum. Nú, við höfum vísbendingar að Æmería muta hafi tengst dauðsföllum rjúpna í Hrísey. Þar voru radíómerktir fuglar sem að féllu í fyrsta hreti vetrarins, skinnhoraðir, og hafðu greinilega verið með mikinn niðurgang þar vikurnar á undan. Allir krímuju er að neðan og ekki svona mjallahvítir eins og við eigum að venjast. Nú, þarna er þessi heterokontofít blastocystis. Hann er þekktur í iðrum manna og fjölmargra tegunda dýra, bæði spendýr og fugla. Við vitum lítið og við raunar ekkert sjúkdómsáhrif. Það talaði að 9 mismunandi típur séu af blastocystis, og þessi númer 3 finnist oftast í mönnum. Nú, útlitið er margbreytilegt. Við sjáum hérna á myndinni randstæða kjarna utan holt rými, og það var staðfest með DNA rannsókn að þarna var á ferðinni sem sagt blastocystis af súbtípunni 3. Nú, hann finnst iðulega í rjúpu, en það er mjög erfitt að greina hann með vissu, sérstaklega þegar sýkingar eru litlar. Líkist á ýmsum öðrum struktúrum í saurnum, svo sem sveppum. Nú, ef við yfirgefum einfrumungan og förum yfir í bandormana, þá eru þarna 2 tegundir sem
við höfum fundið. Önnur bandormurinn Passeri lepiserpentulus. Sá lifir við eðlilegar aðstæður í söngfuglum, spörfuglum eins og skógarþresti til dæmis. Sennilega það fyrst skógarþresturinn sem að ljúka lífsferli tegundarinnar. Þann eins og bandormar hafa, þá eru þeir með millihýsla, lirfurnar, lirfustigið í þessu tilfelli í skordýri sem étur skítinn, og við sjáum hérna á efri myndinni að það eru þarna lausir liðir, losna liðirnir aftan af dýrinu, og það eru þeir sem að líta út eins og hamborgarar í augum taðbjallna. Nú það þannig að rjúpuungar, þeir sækja í bjöllur og skordýr fyrstu vikur ævinnar til þess að fá prótein og hætta þessu síðan og snúa sér alfarið að fæðu úr gróðuríkinu. Þetta þýðir það að við erum einungis að finna þetta smit í ungum rjúpum, og þeir losna við þessar sýkingar eftir nokkra mánuði. Við höfum aldrei fundið þetta í sníkjudýr í fullorðnum rjúpum. Nú þetta hinn tegundin, svo kallaður, við höfum kallað þetta refabandorm, en sullstigið eða lirfustigið hefur verið að finnast í rjúpum. Við erum búin að finna nokkrar rjúpur, fundum eina núna höfum fundið þetta í 3 fuglum þangað til haustið 2012. Nú refurinn lokahýsill, og lirfustigið hefur fundið semst í rjúpunni. Þann mjög sjaldgæft að það finnist. Lirfurnar sem eru kallað tetraþýridýr, þær eru lausar í líkamshólinu eða jafnvel innvaxnar í lifrina eins og sýnt á myndinni þarna neðst til hægri, og lirfunum fjölgar kynlaust í fuglinum. Væntanlega hagamús aðal hýsill eða milli hýsill fyrir þessa tegund, en þetta dýr mjög algengt í ref, og það eiginlega í rannsókn sem við Matthías Eydal gerðum hér í árdaga í kringum 1990. Þá komumst við að því að þessi bandormur mjög algengur í refnum, og sýkingar eru háðar aldrei. Það var eiginlega ef að refur var komin á ákveðin aldur, þá var nokkuð ljóst að hann var orðin smitberi fyrir þennan bandorm. Þess vegna höfum við kallað hann refabandorm. Nú síðan eru 2 þráðormar þarna á ferðinni. Annar Trichostrongylus tenuis. Hann með beina lífsferil. Eggin berast út í umhverfið með taði rjúpunar, og í því klekjast lirfurnar og éta fyrst bakteríur í taðinu, þroskast þar upp á 3. stig, og það smithæfa stigið í lífsferlinum, svo kallað L3, sem skríður upp á vaxtarsprota einhverja fæðuplantna sem að rjúpan að leggja sér til munns, og þar bíður hún eftir því að verða étin, 3. stigs lirfan. Hún þarna skipta umhverfis þættir verulegu máli í því að ákveða lífslíkur. Þurrviðri og sólarljós minnka lífslíkur lirfana. Og það skekkir aðeins myndinu hér á Íslandi að þessi tegund einnig í gæsum og öndum. Erlendis þetta illaræmdur sjúkdómsvaldur í rjúpum. Það verið gerða mikla rannsóknir á þessu sníkjudýri í skosku dalrjúpunni, og þar hefur verið talað að þegar ormarnir séu farnir að skipta þúsundum, þá fari áhrifin að vera merkjanleg, en hér skipta þeir
ekki nema nokkrum ormum eða í mestalagi einhverjum tögum orma, þannig að við höldum að þetta hafi ekki áhrif á heilbrigði rjúpunar á Íslandi. Nú hinn tegundin kapillaria tegund, þráðormur, hárormur. Því miður lífsferillinn að hluta óklár, hann það þrátt fyrir að margir víða heim hafi verið að reyna að rannsaka lífsferillinn. Rjúpan og raunar hænsfuglar, þetta sníkjudýr sem að fer í margar aðra tegundin rjúpuna, þær fá von í sig þroskað egg sem að úrskríður lirfa. Þessi lirfa, hún borar sig inn í slímhúð þarmsins og þar skiptur hún ham, þroskast yfir í annað karl eða kvennorm á þetta svona 3 vikum eða svo. Þessi dýr makast og kvendýri fer að verpa, og þetta eru frekar langlíf sníkjudýr, geta orðið alveg 10 mánaða gömul í smáþörmum. En þarna millihýsill. Það talið að ánar sem að sækja rjúpnatað éti eggin og í þeim verður lirfan að þroskast til þess að ná smithæfu stigi. Og svo það spurningin, hvernig berast smithæf egg úr ánamaðki niður í meltingaveg rjúpna? Éta rjúpur ánamaðka? Fá að vísbendingar það. Og þetta sem sagt allt heldur óljóst. Nú, hér sjáum við sveiflurnar á sýkingartíðni eða smittíðni, annars vegar í fullorðnum og hins vegar í ungum fuglum, og þetta eru svona heldur óreglulega sveiflur. Smittíðnin þetta á bilinu kannski 15 til 45, kannski ekkert langt frá 30% þegar að svona að meðaltali vera yfir tímabili, þessi 7 ár. Það talið að sé lítinn skaða að ræða af völdum fárra orma, en þegar þeir fara að skipta tugum eða hundruðum þá geta komið fram meltingatruflanir og niðurgangur. Nú, það gaman að segja frá því að norðmenn sem að komust í rjúpur sem að voru fluttar út til Noregs hérna á 3. tug síðustu aldar, fór út í búð hreinlega og keyptu sér rjúpur og þeir voru þá farnir að rannsaka sníkjudýr í norskum rjúpum og sáu möguleikan á því að það gæti verið forvitnilegt að sjá hvernig þessar íslensku hefðu það, og þeir keyptu nokkrar rjúpur og skoðuðu og fundu út að það voru miklar sýkingar af þessum ormi í þessum rjúpum sem hafðu verið seldar þarna út. Nú, síðan færum okkur yfir í óværutegundirnar, byrjum á astigmata mítlum. Það eru 4 tegundir. Efst þarna með eiginlega svo til 100% sýkingu vængmítill, sníkjudýr sem að lifir milli fana í ákveðnum fjöðrum út á vængfuglsins. Það eiginlega flestallir fuglar með þetta sníkjudýr, og þannig að smittíðnin í kringum 100%. Nú, þessi þennan grænlitaði höfum kallað dúnmítilinn, Strelcoviacarus holoapsis. Hann sveiflast svona í kringum 40-50%, en síðan eru 2 tegundir sem að báðar hafa verið á undanhaldi á rannsóknartímanum. Það að segja kláðamítillinn Metamicrolicus islandicus og lúsflögumítillinn sem að háður lúsflögunni. Kem betur á því síðar. Hérna sjáum við þennan vængmítill, kalldýr og kvendýr. Það mikill munur á útliti, lirfur,
eru með 6 lappir, sjáum það nú ekki hér, en síðan eru 3 gyðlustig þetta eru fullorðinstigin sem við sjáum hér, þannig að útlitið hjá þessari tegund er margbreytilegt. Nú það sjást hérna kynopin, örin bendir annars vegar á egg á kvendýrinu og hins vegar á epigínium sem umlykur kynopið, þarna kemur eggið út, þetta er þessi skeifulega struktúr, og á karlinum sést pintillin eða tippið þar fyrir nokkur deginn fyrir miðju dýrsins, þar notum við bláu örina til þess að benda á það. Úrgangslosunar opin eru aftur á móti aftast. Nú þessi dýr eru mestu hárlaus, þetta eru aðlaganir að þrengslunum þarna sem þeir lifa við, þeir lifa eingöngu milli fanargeisla á fönum ákveðina fjadra á vængnum, eins og ég sagði. Og hérna sjáum við þetta er eina sníkidýri sem þú getur greint eiginlega með berum augum. Við sjáum þetta rauða mór innan ferningsins, og ef við stækkum það upp þá sjáum við að þarna er þétt pakkað af mítlum á ýmsum þroskastigum og raunar egg innanum eða nýklakta lirfur. Þetta eru dýr sem að lifa á afurðum stélkirtilsins, oljum og vaxi, og eins og allir vita þá eru fuglar ekki með fitukirtla í húðinni, þeir eru með eitt stóran stélkirtil aftast á stélrót og þeir fara með nefið í stélkirtilinn og fá smá fitu sem er rjóðra síðan eða yfir fiðri til þess að gera það vassfælið og þola votviðrin. Mítillinn lifir semst á því að éta þetta vax, og þetta er raunar spurning hvort við eigum að kalla þetta dýr sníkidýr eða samlífisveru. Það eru allir fuglar með þetta, eins og ég sagði áðan. Nú hér sjáum við dúnmítillinn, hann er á þetta 35-50% fugla, og hérna sjáum við kalldýr og kvendýr. Það er ekki talið að þau valdi rjúpunni merkjanlegum skaða, við höfum allavega ekki séð það neitt. Lifir í dúninum á oljum úr stélkirtlinum, getur síðan ýmislegt annað eins og bakteríur og mór, lífræn efni sem að safnast í haminn. Það er mjög sterklega munnlimir, oft er það þannig að ef maður fer að horfa á bit, tólin og lappirnar, þá sjáum við svona getum við nokkurn veginn áttað okkur á því að hvaða fæðu þessi dýr hafa aðlagast. Þau eru aftur á móti með löng skynhár á líkamannum, og þau lifa þarna í þrívíðu rúmi, gagnstætt því sem að ég sagði á vængmítillinn, og þess vegna hafa þessa lífverur þróað. Þau þurfa að vita hvar þær eru staddar, þannig að þær eru með þessi skynhár víða út úr líkamannum. Nú hérna sjáum við þriðju tegundina. Þetta er þessi kláðamítill. Þeir hérna eru af ætt sem er kallað Epidermaptidae, og þetta eru húðmítlar sem eru illrænt sníkjudýr á mörgum tegundum. Þeir lifa á húðinni eða undir keratínlaginu, éta þar húðflögur og drekka líkamsvessa, og eins og við sáum áðan þá hefur smittíðnin jafnt og þétt lækkað úr kannski 40 niður í 10% á þessum 7 árum sem við erum búin að vera að skoða, og við erum með mikið af gögnum sem að bíða tölfræðilegar úrvinnslu, og við komum til með að tengja ásigkomulagi og þjöttleika eins og ég sagði áðan. Þið sjáið inn í kvendýrinu er egg. Útlitið er ekkert ósvipað og við sáum lýst var áðan. Nú hér sjáum við afleiðingarnar. Ef að rjúpan er með húðmítla, þá sjáum við svona hrúður á húðinu meirum allan skrokkinn yfirleitt,
byrjandi hrúður kannski getur þakið svona 25 eða 50% en síðan verða fuglarnir alveg yfirfallnir af þessu. Það sjást þarna auðveldlega munurinn í samanburði við húðina hreina og eðlilega þarna á myndin til vinstri. Nú, það hefur verið gerðar vefja meinafræðilegar athuganir á svona húðsýnum og við sjáum þykknun og epidermis og það sjást bólgur í leðurhluta húðarinnar og hérna sjáum við 2 mítla, það eru þessar grænu örvar sem að lifa undir keratínlæginu. Þetta rauða er keratínlægin. Þetta er síðasti astigmata mítillins á 4. Lífsferillinn er óþekktur. Lirfur, gyðlur og kalldýr þessara tegunda hafa bara aldrei fundist. Enginn hefur séð það. Eina sem að þekkt er, einu stigin sem þekkt er í lífsferlinum eru kvendýr og þau eru í hamrjúpu og taka sér síðan bólfest á afturból lúsflugna. Nú, við sjáum að þetta dýr hérna er liðlega vaxið kvendýr með langar lappir og það þarf að hafa þessar aðlaganir vegna þess að það þarf að koma sér yfir á lúsflugur sem að eiga leið í gegnum hamrjúpunar og ef þær ná að hremma lúsflugu þá festa þær sig á afturbólin og byrja að verpa þær eggjum og úr þessum eggjum skríða lirfur sem enginn veit hvar þroskast. Og hérna sjáum við þetta nánar. Hér sjáum við hvernig þetta liðlega kvendýr hefur umbreyst í eggjamaskínu, eggjaframleiðslumaskínu. Við sjáum eggin hérna neðst á myndinni og þar eru lirfurnar að þroskast. Til hægri á myndin eru teikningar af einum 1, 2, 3, 4 kvendýrum sem að hafa bitið hár af afturból lúsflugunar, stungi hausnum þarna onni og ankerað sig fastar með þessum ummynduðu munnlimum og svo er detta sem sagt eftir því sem að lirfurnar hafa þroskast þarna í lirfuhylkjónum og afturbólnum. Við vitum ekki meira við vitum ekki lengra með lífsferilin hvað verður þessar lirfur og hvar kalldýrin eru, það er óþekkt. Nú, þetta er rétt til upprifjunar. Hérna sjáum við ferlana yfir þessar 4 astigmata mítlategundir og síðan kem ég yfir að 5. tegundinni. Hún tilheyrir öðrum flokki, svokölluðum próstigmata mítlum. Þeir lifa inn í fjöðustaf á stærri þökum og flugfjöðrum út á vængnum. Lífsferillinn er stuttur, hann er ekki nema 40 dagar og fuglarnir smitast, ungarnir smitast við snertingu frá móður og það eru inngöngu op inn í holrýmið neðan við fönina. Þetta eru dýr sem að lifa á líkamsvessum sem það sígur út í gegnum rana sem það stingur hér þvert í gegnum vegg fjöðustafsins. Og við sjáum að það eru greinilega sveiflur á tilvist þessa sníkjudýrs í stofninum. Það hefur farið alveg frá 12% niður í 3% á tímabilinu. Þetta orsakasamhengi er óskýrt en ef við skoðum þessi sníkjudýr í samhengi við ásigkomulag og þéttleika í stofninum þá býður hérna mikil vinna tölfræðinga að sjá hvaða fylgni reynist marktæk í þessu. Nú, það eru 3 tegundir naglúsa sem við höfum fundið á rjúpunum og þær lifa annarkvort á keratíni eða bæði keratíni og drekka blóð. Það eru Amersidian, hún er í þeim hópi en hinar tegundirnar 2, Goniodes og Lacopoecus, þær lifa á fæðupróteinum, keratínum.
Þetta eru mjög hýsilsérhæfð sníkjudýr, þessi sem eru að éta fiðurpróteinin, eru hægfara, halda mest til í dúni á hálsi og kviðfuglana, meðan að þessi loðna hérna lengst til hægri, Amicidia lacopi, er miklu betur hraðfara og hún er liðug og hleypur hratt á húð og fjöðrum, og auk þess að éta þessi fiðurprótein þá sígur hún blóð. Og ummerkin sjást stundum eftir hana. Þetta eru stélfjaðrar rjúpu, og hér hefur hún sem sagt bit þessarar naglúsar valdið þessum bitum mörkum á stélfjöðrum. Þetta er eitt af því sem við skoðum á hverjum fugli, og það eru tengsl á milli tilvistar af Amicidiunar og þessar bitmarka. Nú ef mikið er af þessu þá er náttúrulega auðséð að fjöðrin veikist, og það er gjarnan fjöldi dýrana. Þegar fjöldi dýrana er mikill þá er yfirleitt meiri líkur á einhverjum neikvæðum áhrifum á hýsilin. Það er nú gjarnan þannig þegar að sníkjudýr eiga í hlut. Nú hérna sjáum við smittíðni þessara naglúsa. Þær hafa verið svona býsna staðfastar, þó hefur verið gónóvítis aðeins hafa fækkað. Það er þessi efsta græna. Lagopoegus er sveiflast aðeins meira, en verðist vera nokkurn veginn jafn algeng í stofnunum allan athugunartíman, meðan að það kemur aðeins toppur í Amicidiuna þarna á seinni hluta rannsóknartímans, með toppa bæði 2009 og 2011. Þetta eru kurvur sem að við hyggjumst reyna að framlengja ef velgengur 4 ári viðbót, þannig að þetta nái yfir sem sagt heila rjúpnasveiflu. Nú hér sjáum við fló, Keratophilus garei. Þetta er mjög sjálft séð sníkjudýr á rjúpunni, sést af og til, og er þá væntanlega á einhverju flakki. Það var stakar flær verið að finnast í fylti sínum, og hugsanlegt er að þetta sé eitthvað sem er komið af öðrum fuglum yfir á rjúpuna. Þetta er dúnflóin, mjög vel þekkt á æðafugli til dæmis, og þær eru greindar á þetta er kvendýr, og þarna er sæðisgeymslan sýnd, stækkuð, og það er lögum þessara sæðisgeymslu sem að er aðalega notið til þess að greina flær. Nú hérna sjáum við síðan lúsfluguna. Hún er þekkt fyrir það að sjúga blóð, og fullorðins stigið er á ferli alveg frá vori fram á haust, og þetta er kvikindi sem er náskylt færilúsinni sem að íslenski bændur þekktu hérna alveg fram á 8. áratug síðustu aldar, en þá var því sníkjudýri útrýmt úr fjárhúsum landsmanna. En þetta er sem sagt þessi lúsfluga, hún er náskyld og lífsferillinn svipaður. Þær verpa púpum, og á neðri myndinni hérna sjáum við 2 púpur, misnýlegar eftir litnum að dæma. Þessar púpur falla til jarðar og þroskast í umhverfinu, lifa sem sagt köldum mánuði ársins, lifir þessi lúsfluga á púpustigi. Og það er nemandi í verkefni hjá okkur sem er að rannsaka þessar lúsflugur, og hann leitaði meðal annars að ásætumýtlum, því að ég er áður búin að tala Mi alges borealis, en það eru sömuleiðis aðra tegundir sem festa sig neðan á vængina, og annars staðar á hérna
búk lúsflugun og nota hana sem ferju á milli einstaklinga. Svo finnum við þessa púpur iðulega þegar við erum að ryksuga rjúpnana. Við sjáum að hér eru sveiflur í gangi. Lúsflugan hefur farið mest upp í 60% og er niður í 17% held ég ef ég maður rétt. Já. Og við erum að finna alveg upp í 8 svona flugur á fugli. Þetta var það. Mig langar að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ekki bara ykkur sem hér sitjið, heldur sömuleiðis hér langur listi af góðu fólki sem hefur komið að þessum rannsóknum með okkur síðustu 7 árin og ég vil sérstaklega nefna það að þessa fallegu bakgrunnsmynd tók Ómar Runólfsson. Fjárhagslega stöðning höfum við bæði fengið frá Rannís og Rannsóknarsjóði Háskóla Íslands. Takk fyrir.